Þá var þriðji dagskrárliður umhverfis- og samgöngustefna Akureyrarbæjar. Lögðu fram drög að umhverfis- og samgöngustefnu Akureyrarbæjar. Dagbjört Pálsdóttir bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lögð fram drög að umhverfis- og samgöngustefnu Akureyrarbæjar. Hún var unnin af vinnuhópi sem stofnaður var umhverfisnefnd. Vinnuhópurinn var skipaður 2 nefndarmönnum úr 3 nefndum, umhverfisnefnd, skipulagsnefnd og framkvæmdaráði. Til að fá sem breiðast á hópinn og að sem flestur kæmu að borðinu var ákveðið þeirri einn úr hverjum flokki. Úr umhverfisnefnd voru tilnefnd Dagbjört Pálsdóttir S-lista sem jafnframt myndi fara fyrir vinnuhópnum og Áshildur Hlín Valdísdóttir I-lista. Og framkvæmdaráði voru tilnefnd Ingibjörg Ísaksen B-lista og Njáll Trausti Friðbertsson D-lista. Og skipulagsnefnd voru tilnefnd Helgi Snæbjörnsson L-lista og Vilborg Helgason V-lista. Fyrsti fundur vinnuhópsins var haldinn 20. október 2015 og voru 17 fundnir haldnir og svo síðasti fór fram þann 12. desember síðastliðinn. Vinnuhópurinn byrjaði á að skoða það hvernig við sæjum fyrir ykkur stefnuna. Vildum við sjá hana í svipuðu formi svo Stataskó 21 en þau endurbættu. Allir voru þó sammála strax í byrjun að nauðsynlegt væri að hafa ábyrgðaraðila og verklok. Við vildum að stefnan yrði greinargóð, hnitmiðuð og með raunhæfum, mælanlegum og sýnilegum markmiðum. Reynda strax í byrjun að setja sem mest inn og grisi eftir það. Stefnan er raunin skipt í tvennt eða með 2 yfirköflum sem eru stefnan og aðgerðir. Stefnukaflanum er svo skipt í 5 yfirkaflaheiti og er unnið með í aðgerðarhlutanum. Þessi 5 yfirflokkar eru orkugjafar, loftslags- og loftgæðamál, samgöngur, úrgangsmál, endurnýting og endurvinnsla, almenningssvæði, græn svæði og fræðsla. Í stefnukaflanum er bara örstutt farið yfir hvernig við sjáum fyrir okkur stefnunni í þeim málaflokkum. Í aðgerðarhlutanum þá eru þessi 5 yfirkaflaheiti og undir hverjum og einum koma svo til verkefni. Í hverju verkefni er farið yfir markmið, aðgerð, ábyrgð og verklok. Með þessu var hvert verkefni útlistað. Stefnan er því breið og fyrir við marga þætti. Mörg verkefni er í henni og til að nefna nokkur, það mætti nefna ljósmengun og myrkurgæði með því markmið að draga úr ljósmengun og auka myrkurgæðin ásamt því að draga úr orkunotkun. Vistvænir orkugjafar með því markmið að auka hlut vistvæns eldsneytis í bílaflota Akureyrarbæjar. Göngu- og hjólreiðastígar með því markmið að hjólreiðar verði öruggur og aðgengilegur kostur í samgöngum í bæjarfélaginu allt árið kring. Plastpokulaust Akureyri með því markmið að gera sveitarfélagið plastpokulaust í framtíðinni. Ágenga plöntur og bannlist með því markmið að uppræta þar plöntur í bæjarlandinu. Græni trefillinn með því markmið að auka skjólsældina og kolefnisjöfnun í bæjarlandinu og matasóun með því markmið að draga matasóun, auka meðvitund umhverfisáhrif, matvæla framleiðslu og hvetja til bættra nýtingu á mat úr héraði. Markmið stefnunnar er að Akureyrarbær vinni stöðugt að framsækna metnaði í bæði umhverfis- og samgöngumáli bæjarins. Stefna Akureyrarbæjar er jú að sveitarfélagið verði áfram í fremstu röð þegar kemur umhverfismálum. Drög að stefnunni voru svo send þann 13. október 2016 til þeirra nefnda sem nefndir í ábyrgð á plagginu. Þann 9. nóvember 2016 voru þó drög send á aðra nefndir bæjarins til umsagna. Vinnuhópurinn hnýttist til að yfirfara þær athugasemdir sem komu og í lokin fór plaggið til fyrstorku þar sem þeir lásu skjalið yfir. Vinnuhópurinn hefur átt gott samstarf sín á milli og einnig milli nefnda utan hópsins. Vinnuhópurinn er ánægður með útkomuna og vil þakka honum kærlega fyrir allt það vinnuframlag sem innt var að hendi úr honum. Ég legg því til samþykkja drög að umhverfis- og samgöngustefnu. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst þessi stefna að flestu leyti mjög góð. Það eru svona nokkur atriði sem ég langar að ræða hérna aðeins og það væri gott að heyra líka fleiri sjónarmið hérna. Fyrir að fyrsta þá er það varðandi úrgangsmál, þá vil ég bara segja að mér finnst ótrúlega mikilvægt að endurskoða kerfið sem við erum með þegar að samningi við Gábúðarþjónustu Norðurlands lýkur. Vegna þess að eins og kerfið er núna þá vinnur það í raun og veru gegn flokkun með því að sækja óflokka sorp heim til íbúa án endurgjalds á meðan að íbúar sem vilja flokka þurfa annarkvort að greiða sérstakt gjald til að fá sorpið sótt heim eða að fara með það sjálfur og grenndarstöðvar. Það liggur í augum uppi að þarna þarf að gera breytingu og það er eðlilegt að víxla þessu þannig að meira umstang eða kostnaður fylgi því að flokka ekki en flokka.
En þetta auðvitað ekki útfært í stefnunni, þannig að þetta svo stendur ekki til vegi fyrir því að maður getur samþykkt stefnuna, en ég vil bara benda á þetta. Ég gleðst mjög yfir því að stefnt skuli að því að Akureyri verði burðarplastpokalaus bær. Ég hefði gjarnan viljað sjá svona kannski aðeins meiri metna varðandi plastnotkun almennt, en þetta mjög góð byrjun. Varðandi plastnotkuna þá náttúrulega talað upplýsingagjöf til neytenda, varðandi burðarplastpokalausan bæ þá talað líka fyrirtæki og verslanir og þjónustu, og það held ég nefnilega lykilatriði, því að hvort sem er burðarplastpoka eða annað plast sem eru yfirleitt umbúðir, að þá náttúrulega uppsprettan hjá fyrirtækjum, þjónustuaðilum og verslunum. Þannig að mér mjög mikilvægt að bærinn það sé bara mjög náið unnið með þessum aðilum, ekki síður en íbúum. Afsakið. Og ég mjög ánægð með að sjá markmiðum að auka vistvænt eldsneyti á bifreiðum og tækjum í eigu Akureyrarbæjar, og það að notkun slíks eldsneytis hafi vægi í útboðum hjá bænum og aðkeyptum akstri finnst mér alveg frábært. Það akkúrat svona sem að gera þetta. Þetta þarf að hafa vægi og einmitt fjárhagslegt vægi líka. Frábært að stefna að vottun sem hjólavænt samfélag. Ef ég held að ég væri að koma til að eldra, þá var það bara algjör misskilningur. Ég er bara til að gleðjast. Og gleðst mjög yfir áætlunum verndun lífríkis og jarðmyndana, en ég ætla að segja að ég sakna þess að sjá ekki minnst á Krossanesborg í textanum, því að það náttúrulega mjög stórt svæði sem skilgreint sem friðland og mikilvægt að huga vel að. En ég nefni þetta vegna þess að allra annara helstu svæða sérstaklega getið í textanum. Ég vil bara spyrja hvers vegna Krossanesborgir eru ekki þarna inni. Síðan það vandamálið. Og það samgöngumiðstöð. Ég hef náttúrulega það stendur í stefnunni þegar ég byggja samgöngumiðstöð, og ég hef í þessum ræðustóli viðrað efasemdir að það sé rétt endilega að byggja nýja samgöngumiðstöð, held að sé hægt að nota aðra möguleika, eins og ég nefnt jarðhæðin í Ráðhúsinu, og ég held að þurfi kannski að vinna aðeins ítarlegri þarfagreiningu. Við erum með þarfagreiningu sem Fasteignir Akureyrar unnu og skiluði í haust, og þar til dæmis afstaða einkaaðila til aðstöðu í nýrri samgöngumiðstöð könnuð, og það mjög gott að kanna þetta, en eftir þess að ég best veit þá hefur ekkert verið rætt við til dæmis viðkomandi aðila hvað eru tilbúnir til að borga. Og það bara eitt, eins og við höfum náttúrulega oft talað og sérstaklega í sambandi við fasteignabyggingarnar okkar, að það eitt að hvað maður þarf og síðan annað hvað maður vill borga fyrir. Og eins og ég nefni til dæmis að BSO-hótel þurfa 120 fermetra og 20-25 bílastæði, og ég bara velti fyrir mig hvað kostar það og BSO tilbúið til þess að greiða það verð. Og ég held að áður en við setjum það í, og nú liggja 2 stefnur fyrir fundinum, og í báðum þeim kveðið á að byggð skuli samgöngumiðstöð, og ég held bara, og ég get allavega ekki samþykkt hvora þessa stefna nema með það fyrirvara það að ég ekki að samþykja að byggja samgöngumiðstöð nema að betur athuguðu máli. Og ég ítreka að ég veit að það þörf á samgöngumiðstöð, og ég hef ekkert á móti að það sé gerð samgöngumiðstöð, og ég mæli sérstaklega með því að það sé gerð samgöngumiðstöð, það að segja að sé einhver punktur þar sem að samgöngur mætast. En það að þurfa endilega að byggja hús og hvernig hús það á að vera, það algjörlega svona ófrágengið. Þannig að ég tel okkur þurfa að ræða það betur. Og ég meina það líka tala í þarfagreiningunni við rútufyrirtæki sem telja sig þurfa 20-25 stæði, auk 10 sleppistæða. Og þá þurfum við líka að hugsa, ég meina bílastæði kosta, og hvað þessi fyrirtæki tilbúin til að greiða fyrir aðstöðuna. Og sjálf hefði ég haldið að vera eðlilega að geyma til dæmis rútur sem að standa kjurrar og eru hvorki að taka á móti farþegum með að sleppa annar staðar enn í miðbænum. Af því að miðbærinn auðvitað verðmætasta landið okkar, og það hver fermetri dýrmætur. Þannig að ég alveg tilbúin til að samþykkja þessa stefnu, en ég geri þennan fyrirvara. Ég bara ekki til þess að til í að standa og samþykkja að byggja samgöngumiðstöð. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Baldvin Valdimarsson, bæjarfulltrúi.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil lýsa ánægju minni með þessa stefnu og vinnuna við hana. Þetta er metnaðarfull stefna. Við höldum áfram á þeirri braut sem við höfum verið og eitt fremsta sveitarfélag á þessu sviði á landinu og þó víða væri leitað. Þannig að þau atriði sem hér eru talin upp eru góð. Mér finnst hins vegar vanta eitt af því sem kom fram á að hér ætti að vera mælanleg markmið. Mér finnst vanta eins upp á það. Til dæmis að tala nagladekkin. Við vitum ekki alveg hvað eru mörg nagladekka á götum bæjarins og hvert á markmiðið að vera, eða hvert ætlum við að fara, hvað viljum við fá mikið færri nagladekka á götum. Þetta er svona bara eitt lítið dæmi. Það er líka mjög gott að setja upp hér samstarf við verslun í bænum varðandi plastpokalaust samfélag hérna. Ég held að það sé líka hægt að eiga annað samstarf við verslunin í bænum og það er matarsóunin sem að verður í búðunum. Þar er ekki samskonar flokkun á ferðinni eins og á heimilunum og ég held að það veri mjög gott og metnaðarfullt markmið að setja upp gott verkefni með verslununum í bænum þannig að þeim matvælum sem hent í búðunum að það skilir sér inn í moltu. Það er líka mjög jákvætt að þessi stefna hún er í samræmi við ferðamálastefnuna sem við fáum að heyra hérna á eftir. Þær tala saman ágætlega þessar tvær stefnur og það er bara mjög jákvætt. Að lokum svona bara ein uppástunga sem er kannski ekki alveg, ég ætla að biðja leyfi virðulegur forseti að fá að kasta fram hérna einni hugmynd. Hér er talað græna trefilins, þess sem er eitt það merkilegasta sem hefur verið gert hér í umhverfismálum á Akureyri. Þetta var gert í 20 ára tíð Árnasteinars sem var hér hjá Akureyrarbæ, garðyrkjustjóri og umhverfisstjóri. Mér langar að varpa því fram hvort það var ekki hægt að heiðra minningu hans, hann lést í fyrra, heiðra minningu hans með því að nefna eitthvað af þessum skógum sem eru hér að spretta upp í kringum bæinn í huganum. En ég ætla bara að kasta þessari hugmynd alveg hrárri hérna fram, en það væri virkilega þess virði held ég að minnast þessa merkilega manns þegar við tölum umhverfismál á Akureyri. Takk. Bæjarfulltrúi Baldur Valdimarsson hefur lokið máli sínu og ég hugsa já, ég man vel eftir Árna Steinari og flesti sem hafa unnið hér eða komið. Auðvitað held ég að það sé þá bara umhverfis- og mannvirkjasvið sem myndi þá reyna að koma því áfram. En orðið er laust varðandi þessa stefnu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil eins og aðrir þeir sem hér hafa komið upp að fagna þessari stefnu. Í heildina séð er þetta bara mjög gott plagg, margt í því til mikilla bóta. Margt af því hefur líka svo sem verið unnið með fram að þessu og við megum ekki gleyma því að við settum hér stefnu sem hét Staðadagskrá 21 fyrir mörgum árum síðan. Höfum verið að stíga mjög mörg merkileg skref í bara umhverfismálum hérna á Akureyri í kjölfar þeirra stefnu. Og ég held að það sé ekkert ofsögum sagt að Akureyrar-Kaupstaður sé svona einn af umhverfisvænni sveitarfélögum landsins. En það er alveg rétt sem að kom hér fram í máli bæjarfulltrúa Baldvins áðan. Ég vil svona aðeins ítreka, það er þetta að því að við erum að setja okkur þarna markmið sem eru aðgerðabundin, það er sett á þau ábyrgð og það er sett verklok. Það hins vegar vantar í allt og mörgum tilvikum einhverja tölulegar upplýsingar það hver er staðan í dag. Það ættu að vera til margar upplýsingar mörg af þessum verkefnum. Þess vegna væri mjög æskilegt í framhald af svona því að við samþykkjum þessa stefnu að það verði unnið áfram og sett niður viðmið. Það verði sett niður einhver töluleg viðmið þar sem að staðan í dag er tekin og síðan sett þá eitthvað markmið það að við ætlum að vera hér eða þar
á einhverju árabili. Við erum til dæmis hérna með markmiðum, mörg markmið sem að eru svona sett inn í framtíðina. Eins og aukin hlutdeild gangandi vegfarenda, það eru verklok 2026, það að segja eftir 10 ár. Þá getum við alveg sett okkur einhver viðmið að markmiðum það að vera komin á einhvern stað eftir 2 ár, eftir 4 ár eða 5 ár til þess að átta okkur á því hvernig okkur miðar. Ég held að það skipti mjög miklu máli akkurat í vinnu sem þessari. Ég get tekið undir þetta með sem bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á hérna með flokkunina að það eru margir sem segja það reyndar að þetta gefist mjög vel að hafa þessar flokkunarstöðvar og fólk komið þar og flokki og skila af sér. Til svona í raun að vera fáir sem eru beint með óflokka rusl heima hjá sér. En það er svona spurning hvort að við eigum að bera kostnað því sem ákveðum að kaupa svo flokkunar tunnur eða ekki. Ég veit að þetta er mál sem að tekist á á sínu tíma en kannski full ástæða til þess að svona allavega að skoða aftur. Ég vil svo fagna hér skemmtilegu markmiði með ljósmengun og myrkunargæði. Mér finnst alveg frábært nýyrði, myrkunargæði. Vegna þess að þetta hefur stór og mikil áhrif. Hvernig ljósmengunin í þéttbýli hefur áhrif á það hvers við njótum á stjörnubjörtu nóttum. Og ef að það verður eins og menn að spá að hér verði töluvert norðurljós næstu árin, myrkurgæði, að þá væri æskilegt að vera þetta að njóta þeirra bara hérna í bænum svo það þurfi ekki verið að keyra fólk langa leiðir til að njóta þeirra. Og það verður örugglega gert eitthvað áfram. Og það náttúrulega nú þegar farið að stíga ákveðin skref í því að breyta lýsingunni í bænum akkurat til þess að bregðast við þessu sem bara hið besta mál. Nú síðan náttúrulega liggur það fyrir að við þurfum að taka umræðu ákveðna þætti sem eru nefndir hérna eins og til dæmis hálkuvarnir. Hér er talað það að nota saltblandaðan sand á götur bæjarins hér og þar. Þetta er mjög umdeilanlegt atriði og ég sakna þess enn og aftur, en nú farin að hljóma eins og gamalmenni sem endurtekur sig stöðugt. Ég sakna þess enn og aftur að við skulum ekki vera búin að taka umræðu akkurat þetta mál með íbúum bæjarins. Þannig að það væri allavega hægt þannig að væri búið að taka allavega þessa umræðu á þeim vettvangi. Því að við erum hérna í raun með þessu að samþykkja ákveðna stefnu þar sem að við erum að tala það að nota þetta í hóflegu mæli, en það er samt eitthvað sem við þurfum að ræða Þetta er líka spurning hvaða sandur er notaður. Og þetta er að sjálfsögðu svo spurningin svifryksmengunin og annað sem að því snýr. Og í ljósi kannski þess að við erum að tala hérna svifryk, þá væri kannski forvitnilegt að vita það, hvort að ég held að við hefðum verið með í því að kaupa svifryksmæli fyrir 1-2 árum. En það varð aldrei neitt úr því eða hvað. Það var rætt Já, það var rætt Hins vegar er þetta náttúrulega eitthvað sem við þurfum að fara að koma hér upp, því að það er líka alveg ljósmál að svifryk er hættulegt, sérstaklega börnum. Ég tel að við erum að eiga hérna færanlega svifryksmæli sem við getum verið með hér á ýmsum stöðum og bara skoða svifryksmengunina til dæmis við leikskóla. Og ég nefni þetta sérstaklega vegna þess að á sínu tíma þegar var verið að staðsetja leikskóla bara á undanförnum 10-15 árum, þá er yfirleitt verið horft til þess hvar er gott að staðsetja leikskóla með tilliti til þess að það sé einfalt að koma börnunum í og úr leikskóla. Það er að segja, við erum að tala akstur foreldra að og frá leikskóla.
Þess vegna eru nokkurir af okkar stærri leikskólum staðsettir við miklar umferðaræðar og eftir á að hyggja þá var þetta kannski ekkit ofboðslega skynsamleg ráðstöfun og þess vegna mikilvægt að skoða það vandlega hvort að þarna sé meiri svifryksmengun en menn gera sig grein fyrir og hvað þetta að gera til að draga úr henni akkurat á þessum stöðum. Og þess vegna skiptir máli að koma þessum mælum upp og hafa hann til dæmis færanlega. En ég ætla nú ekki að fara að tína allt hérna til en það er alveg ljóst að það er til dæmis ekki komið inn á hvar samgöngumiðstöðin á að vera og það er náttúrulega gert til að ná pólitískri samstöðu gerir ráð fyrir. Og það er ýmislegt þannig sem að sett þannig fram og ég held sé mikilvægt að við séum mest sammála þetta. Ég hins vegar horfi nú ekki þannig á að þó það standi hérna að byggja samgöngumiðstöð að þá sé það endilega ákvörðun það að byggja hana frá grunni. Við gætum verið að breyta húsnæði eða eitthvað í þá veruna. Þetta er náttúrulega spurning það hvernig við orðum hlutina og hvernig við skiljum þá. En svona heilt yfir ég býsna sáttur við þessu stefnu að teknu tilliti þess sem ég búin að nefna hér á undan og varðandi viðmið og mælikvarða sem ég finnst mikilvægt að við setjum okkur því að það hjálpar okkur og hvetur okkur áfram. Það er alveg klárt mál. Svo þakka ég bæjarfulltrúa Dagbjörtu fyrir kynninguna. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið laust. Reifur Jón Pétursson, bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég byrja að þakka fyrir þessu umhverfisstefnu. Mér finnst hún á mörgastæði bara frábær. Hún er auðleysanleg, auðskiljanleg og fljótlegt að átta sig á hvert við erum að stefna í henni og það held ég sé svona, já ég vil bara hrósa þeim sem að koma að henni, hún er virkilega vel unnin. Það er eitt spurningamerki í henni sem ég vil svona fyrir mér allan að það er sem bæjarfulltrúi Gunnar og bæjarfulltrúi Sóleyberg að koma inn á, það er þetta með samgöngumiðstöðina. Ég er alveg sammála svo sem alveg þörf fyrir samgöngumiðstöð, hvar, hvernig, hvenar og hvað hann á að kosta þessu umræðu sem við verðum eigum eftir að fara í. Ég gerði athugasemdir við þetta í fjárhagsáætluninni og finnst vont í raun og veru að vera að samþykkja umhverfisstefnu með svona einu atriðan inni sem ég raun og veru sammála samt að við ættum að keyra í gegn og vinna eftir. Og finnst mér svona samgöngustefna að vera svona smá, ég ætlaði kannski ekki að, svona pólitískt pota að setja hann inn, komin í gagnið og velti fyrir mér af hverju er hún yfir höfuð í umhverfisstefnunni. Þú veist, ég svona óska bara eftir svörum af hvað er að gera með svona rammpólitískt mál í umhverfisstefnu bæjarins, eins og samgöngumiðstöðina. En annars þakka ég fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Eva Hrund Einarsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Dagbjörtu fyrir yfirferðina. Ég get tekið undir það að þetta er fín stefna og mjög já bara ítarlega en jafnframt finnst mér eins og aðrir hafa komið inn að vanta þessi tölulegu markmið og við eigum fullt af þessum upplýsingum eins og bara ef við ætlum að auka bílaflottan okkar í vistvænum orkugjöfum, hvað eigum við marga bíla í dag, það væri mjög gott að það væri eitthvað skjal sem myndi fylgja stefninu sem væri kannski með stöðunni í dag og það er kannski, þó að stefnan væri samþykkt þá er alveg hægt að leggja það fram eftir á, það er allt í lagi. Við tókum þetta fyrir á fundi í gær við sjálfstæðismenn og þar komu upp hugmynd sem mér langar að nefna hér. Ég veit að einhver fyrirtæki, allan á stofnanir eru farin að kolefnisjafna ferðir hjá sér og það er bara spurning hvort að bærinn ætti í rauninni að jafnvel að taka upp hjá sér og hvetja önnur fyrirtæki og stofnanir að gera slíkt hið sama. Eins langaði mig að spyrja hvort að væri búið að reikna kolefnisspor okkar Akureyra í flokkun eða hvort að væri sniðugt að gera það því að við erum að standa okkur mjög vel á því sviði.
Bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á mjög viðkvæmt málefni sem salt eða malarefni. Nú frekar langt síðan allan að mínu viti langt síðan hafi verið gerð skoðanakönnun hjá bæjarbúum með þetta mál. Þetta kannski það mál sem mun örugglega vera rýnt í þessari stefnu, þannig að það væri spurning hvort að við ættum að gera það. Eins það komið inn í samgönguhlutann í stefninu inn á uppbyggingu eða auka hlutdeild hjólandi og gangandi vegfarenda og uppbyggingu stíga, en þá þurfum við jafnframt að huga því þegar við erum að byggja þessa stíga að það lýsing á þessum stígum. Og síðan ég byrjaði sem bæjarfulltrúi hef fengið þó nokkrar kvartanir varðandi þetta mál, sérstaklega göngustíg við Eikarlund eða bak við Eikarlundin, háskólastígurinn og meðferð Glerárni. Þannig að ef við erum að fara í þessa stíga þá finnst mér að við þurfum líka að huga að því að það þarf að fylgja því oftast nær lýsing. En annars, eins og ég sagði bara áðan, ég frekar ánægð með þessa stefnu, en vil sjá kannski frekari tölulega markmið og eins að það unnar frekari upplýsingar stöðun í dag. Bæjarfulltrúi Eva Rind Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kann ekki að lengja þessu umræðu mikið. Ég vil bara gera líkt á hinn sem hafa staðið upp og lýsir ánægju mín með þessa stefnu og þetta afar metnaðarfullt. Það mikið talað hér töluleg markmið og það hlýtur alltaf liggja hlutarins eðli að þegar menn fara að vinna eftir þessari stefnu sem að settir hér fram með og hvernig á að vinna hana, þá held ég menn hljóti nú að tína fram þær tölur og þær talnar upplýsingar sem til eru til þess að geta þá unni eftir og bætt úr því sem að þarf að bæta. Þannig ég held að þetta sé nú eitthvað sem að þarf að sé liggi fyrir. Varðandi það sem rætt samgöngumiðstöðina, að það náttúrulega þannig að við erum með á áætlunum árinu 2017 fjármuni til þess að klára úttekt á því hvar við ætlum að hafa þessa samgöngumiðstöð og gerum ráð fyrir 2018 sé hún í byggingu hjá okkur samkvæmt fjárhagsáætlun. Það kom fram hér í máli Gunnars að menn lítast bæjarfulltrúi Gunnars að menn lítast stundum á það hvort byggt frá grunni eða hvort að menn geti hugsanlega nýtt eitthvað húsnæði sem til í dag. Þetta getur alveg leitt okkur í einhverjar aðrar áttir heldur en við erum í dag nákvæmlega, en það það oftar að taka ákvörðun. En ég bara vil hrósa okkur fyrir það að hafa vera að samþykkja þessa stefnu hér í dag. Við sjáum hérna og erum að fylgja eftir þeim metnaðarfullu markmiðum sem við settum okkur hér í bænum að vera umhverfisvænasta samfélagi á landinu og þessi stefna hún styður afskaplega vel við þá áætlun okkar. Þannig að ég bara lýsi enn og aftur ánægju minni með þetta og þakka Dagbjörtu bæjarfulltrúa fyrir bæði kynninguna og hennar störf í þessari nefnd ásamt þeim sem þar að komu í nefndinni. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér datt nú bara í hug að koma hérna með tillögu að því mér heyrist við vera svona pínu svipuðu nótum varðandi samgöngumiðstöðina, að við áttum okkur á því að við þurfum samgöngumiðstöð en við viljum kannski ekki endilega öll byggja hana, þannig ég ætla að leggja það til að orðum verði breytt þarna í lið 227 að undir aðgerðir komi verði upp samgöngumiðstöð. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Dagbjört Pálsdóttir bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara þakka kærlega fyrir samt góða umræðu. Mér langar að byrja að svara bæjarfulltrúa Sóley varðandi úrgangsmálin. Það var bara ákveðið að setja það ekki inn í stefnuna en auðvitað það segir sig sjálft að það þarf á næsta ári að koma að einhverju vinnuhóp sem kemur að þá
hvaða kerfi viljum við, ætlum við að halda þessu núna, ætlum við að taka við sorpurna og það auðvitað eitthvað, þetta raunverulega bara pólitísk ákvörðun sem þarf að taka, hvernig sjáum við sorpkerfi fyrir okkur. Grendavillunar hafa verið að ganga rosalega vel og eru vel nýttir og þessi umræða með að heimili hafi bara sína eigin tunnu, það líka kostnaður, þannig að það þá spurning, ætlum við þá að hætta með grendastöðarnar eða ekki. Þannig að þetta allt bara spurningum á veg og meta kostina þegar þar kemur, en klárlega þarf að fara í einhvers konar úttekt á næsta ári með sorphyrna. Varðandi Krossanesborgirnar, ástæðan fyrir að við setjum það ekki inn var að það í rauninu búið eins og staðan var núna með allt sem átt að gera fyrir utan rekstur til næstu ára og það búið að setja inn stíga og fuglalífshúsið og það náttúrulega fuglaskoðunarhús og merkingar. Við hefðum kannski geta sett inn að á 5 ára fresti vöktun á fuglalífi á 5 ára fresti, en það raunverulega það eina sem svona lá fyrir og það var eiginlega ástæðan fyrir að hún var ekki sett inn með við allt annað sem var sett svo inn. Mér langar líka að svara bæjarfulltrúa Baldvini varðandi mæli markmið eins og á nagladekkjum. Upplýsingar allana frá aðalega inn á framkvæmdarmiðstöð í framkvæmdar að það mælt regluleg notkun, svo það ætti að vera auðvelt að finna út hver notkun en eins og ég segi, það samt á svo mörgu, ekki bara í nagladekkjum, heldur á svo mörgu, þá vantar okkur tölurnar og kannski það auðvelt að setja það, en það hefur bara kannski skort þessa áætlun eða fjármanni að ganga bara það langt í að klára ákveðna áætlanir. Mér líst að vissu vel á samvinnuverkefni með verslunum varðandi Matasón. Það svo sem kemur hérna inn í kaflanum að það eitthvað sem þarf að eiga sér stað ef við ætlum í þetta Matasónu-verkefni. Ef við ætlum að taka á við það, þá þarf það að vera í samvinningu líka með verslun, ekki bara heimilum. Og varðandi það sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á með tölu markmiðin, eða viðmiðin og markmiðin, ég alveg sammála, ég hefði viljað geta sett inn meira af mælu markmiðum, en þar sem okkur skorti tölunar og eins og staðan var þarna, skorti okkur fjármagn til þess að fara í þá vinnu að láta vinna úr öllum gögnunum sem við höfum. Þess vegna til dæmis ekki búið með eru ákveðna hlutir ekki búnir. Þannig að það kannski bara, og ég alveg sammála bæjarfulltrúi, það má kannski bara þá fylgja eftir á plagg þar sem farið yfir einhvers konar tölulegar upplýsingar. En það það eitthvað sem verður að gerast eftir á, held ég. Ég held að það sé alltaf lagi að hafa það plagg sér, en þó svo það sé ekki inn í þessari stefnu. Varðandi hálkuvarnirnar, það líka, hvort við viljum sand eða möl eða ekki, það líka pólitísk ákvörðun. Það eitthvað sem við þurfum að ákveða hvað við viljum. Ég meina, uppkom hjá okkur líka hvort við ættum að nota sykur. Það hefur verið notað í Norðurlöndunum. Veit ekki alveg hvort að það kannski, en það líka eitthvað sem þarf bara að skoða. Ástæðan fyrir því bara ef ég svara heilt yfir varðandi samgöngumiðstöðina, á hverju hún sett inn í plaggið. Hún sett inn í plaggið vegna þess að hún í meirihluta samningnum. Þess vegna hún þarna inni. Og mér finnst allt í lagi að skoða eða að breyta orðalaginu að það verði komið upp samgöngumiðstöð ef það það sem strandar á. En ástæðan fyrir samt að samgöngumiðstöðin inni meðal annars vegna þess að hún inni í málefnasamningnum. Já, ég held ég sé búin að koma inn á flest. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Davíð Pálsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, í ljósi orða minna áðan þá langar mig til þess að leggja hérna fram breytingartillögu inn í stefnuna. Það er 2.1.11 hálkuvarnir. Það í aðgerðum muni standa gerð verði skoðanakönnun meðal íbúa leiðir til hálkuvarna og haldin íbúafundur í kjölfarið. Síðan komi takmarka skal notkun malarefni eins og kostur til að lágmarka myndun svifryks. Síðan komi nota skal til blöndunar í salti blöndunar í hóflegu hlutfalli og önnur efni síðast kostur ef það næst sæmileg sátt meðal íbúa. Ég legg þessa tillögu hérna fram sem breytingartillögu við stefnuna. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Ég vil biðja bæjarfulltrúa að leggja fram skriflega breytingartillögur. Og þannig við höfum þær. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar líkt og aðrir að byrja að þakka bæjarfulltrúa Dagbjörtu fyrir ágætis yfirferð á stefnunni hérna og þakka henni fyrir samvinnuna. Hún stýrði þessari vinnu bara mjög vel og skilmerkilega. Þá komið hérna margar vangaveltur upp og dreigið fram margt gott sem kemur fram í þessari stefnu og meðal annars LED-ljósavæðingin hjá okkur, en við höfum sett inn á áætlun hjá okkur núna að LED-ljósavæða bæinn okkar, smátt og smátt. En þetta er gert til þess að draga úr ljósmengun og auka myrkugæðin og það var komið með kynningu til okkar í framkvæmdaráði þar sem okkur var sýnd munurinn á þessum lýsingum, annars vegar LED-lýsingu og hins vegar eins og við erum að nýtast við í dag og þetta er rosalega munur. Með LED-lýsingunni þá er verið að lýsa niður á göturnar en lýsingi fer ekki upp í himininn, þannig að hann helst myrkur. Þess vegna kallast það dark skies. Varðandi úrgangsmálin þá hefur þetta líka komið svolítið til tals í framkvæmdaráði hjá okkur og við munum taka þetta væntanlega til umræðu á næsta ári, geri ég ráð fyrir og horfa á heildarmyndina því ég held að það sé mjög mikilvægt. Því við höfum mikið talað þetta, hvaða fyrirkomulag er best að gera og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að skoða og ég held að við þurfum öll að taka samtalið og vera opin fyrir hugmyndum. Mér langar svolítið að koma fram hérna með vangaveltur sem kom fyrir á fundunum í okkur hjá Framsókn í gær. En þar er formaður skipulagsnefndar, hann kom fram með punkt það að mögulega taka þessi verkefni sem koma fram í þessari umhverfis- og samgöngustefnu og setja inn í aðalskipulagið. Og mér skilst að Bjarki sé meðal annars byrjaður aðeins að taka eitthvað úr stefnu og setja inn í aðalskipulagið, þetta er eitthvað sem við erum að stefna að og kemur að miklu leyti inn í aðalskipulagsvinnuna, þannig að ég held að það sé ekkert óvitlaust að stefna að því. Ég held við getum bara að vera afar stolt af því hversu langt við höfum náð í umhverfismálum. Akureyrarbær stendur mjög framarlega ef ekki bara fremst á landsvísu og við höfum að vera stolt af því. Og við höfum líka að vera stolt af því að við erum stöðugt að sækja á og við viljum stöðugt ná meira árangri. En það er þannig að síðustu prósentunar er alltaf erfiðastar og kostnaðarsamastar en við erum að stefna bara mjög hátt með þessari stefnu. Meðal annars með það að strætisvagnarnir verða allir vistvænir, gangi allir fyrir vistvænu eldsneyti 2020 og mér langar aðeins að koma því fram hérna, líka bara til bæjarbúa sem er að horfa, að það kemur einnig fram í stefnunni að strætisvagnar verði áfram gjaldfrýr. Og ég held við þurfum að leita svolítið langt einnig með það að sjá hvað sveitarfélög eru sem bjóða upp á ókeypis samgöngur, almenningssamgöngur. En varðandi samgöngumiðstöðina sem hefur komið hérna til tals hjá okkur, þá er þetta vissulega inn í málefnasamningnum okkar, þetta er líka inn á framkvæmdaáætlunum okkar og inn í fjárhagsáætlun sem vorum að samþykkja á síðasta bæjarstjórnarfundi. Það er stefnan okkar að byggja samgöngumiðstöð. Það var gerð þarfagreining og svo skýrsla liggur fyrir, þá eftir að taka afstöðu til hennar, þar koma tveir möguleika fram. Annars vegar þá þurfum við bara í rauninni að setja niður hvað þjónustu við viljum veita í samgöngumiðstöðinni. Erum við bara að hugsa almenningssamgöngur og almenningssamgöngur á milli landshluta eða erum við að hugsa stærra batteri og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að skoða og þá út frá því hvað staðsetning er en eins og er núna þá er stefnt að því að setja hana hérna hinum yfir Ráðhúsið. En varðandi skoðanakönnun og salt- og málanotkun þá er þetta finnst mér þetta ekki bara gott og gilt en mér langar samt að benda á það að við höfum rætt þetta líka inn í framkvæmdaráði og þar höfum við fengið þær upplýsingar að saltlausnin sem notast við er 7%. Þannig þetta er ekki mikið
og mér skilst að þetta sé blandan sem virkar best með þær aðstæður sem eru oftast uppi hér á Akureyri. En já, ekki meira að bili. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Ég gerir mig grein fyrir þetta heitir umhverfis- og samgöngustefna á Akureyrarbæjar, forseti og bæjarfulltrúar. Það allt þarna í sem ég get samþykkt. Og það sem finnst mér svo vont að skuli vera eitthvað einn liður hérna inn sem heitir samgöngumiðstöð sem við vitum við höfum verið að diskutera og höfum ræða. Ég gerir mig alveg grein fyrir þetta í málefnasamning meirihlutans. Og þið getið gert hvað sem í krafti meirihluta. Ég gerir mig líka alveg grein fyrir því. En það rosalega vont að sitja með svona flott plagg og geta alla greitti atkvæði út af þessu það stendur þarna sem maður þá að samþykja það við ætlum að reisa samgöngumiðstöð 2018, no matter what. Ef við náum ekki alveg samkomulag hvar og hvernig og hvenær og þá verður að reisa hana þarna. Mér finnst þetta bara óþægilegt og finnst það bara miður að það skuli standa svona þarna inni og við skulum vera að setja hana þarna inn þegar svona gríðarlega mikil vinna á eftir að framkvæma varðandi samgöngumiðstöðina. Og byggingar sem slíkar finnst mér ekki hægt að standa í stefnunni. Það verður frekar ef við varum reist samgöngumiðstöð þá skulum við vera byggt svona til þess að þjóna þessu og þessu og þessu. En ekki, við ætlum að byggja svona hús ef við ætlum að byggja hús. Það ekkert samgöngumiðstöð eða samgönguáætlun að gera, finnst mér. Eða umhverfisáætlun, hvað þá heldur. Við munum ekki að svara því alveg að hverju með setja þetta bara þannig inn. Hvaða hefur með stefnuna sjálfum sér að gera í samgönguáætlun? Því að þetta hefur ekki með samgöngun að gera þó eitt hús byggt. Og ef það þannig að okkur liggur á verulega mikið á að laga aðstöðuna fyrir landsbyggðarstræti, þá skulum við bara laga hana. Það er hægt að laga hana með miklu ódýrari hátt og koma okkur sátt það. Ef það skapar svona flýtingu á málinu, að þessi hætta sem skapast af hvernig við erum að afgreiða landsbyggðarstræti, þá þurfum við náttúrulega klárlega að laga það strax. Taka hana þá bara lengri inn á planið eða taka hana bara alveg inn á planið. En ég bara hvet ykkur til þess allan að fresta dagsetningur á henni, þó í þessi hlindu samgöngumiðstöðinni. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sigríður Huld Jónsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst vera komin upp svolítið einkennileg staða. Hér áætlun, stefna til umræðu sem búin að fara inn í nefndir, búin að vera unnin í vinnuhóp með fulltrúum úr öllum flokkum og ég furða mig bara svolítið á því að við erum komin alla þessa leið hingað og þá koma athugasemdir eins og með samgöngumiðstöðina. Og við erum öll búin að hafa tækifæri til þess að við hér inni, búin að hafa tækifæri til þess að skoða þessi plögg og ég nú ekkert búin að vera neitt rosalega lengi í bæjarstjórn en þegar við höfum verið að leggja fram svona stefnumiðu plögg þá viljum við nú hafa sátt hana þannig að fólk geti í öllum flokkum samþykkt svona stefnu. En mér finnst mjög leiðilegt að þessar athugasemdir séu fyrst núna að koma og bara lýsi við ákveðnum vonbrigðum með það. Að það hafi þá ekki komið fram í þeim vinnuhópum og þeirri vinnu sem að búið að leggja í þetta plagg sem að ég tel vera mjög metnaðarfullt og gott og eins og Dagbjört lýsti hér áðan virtist það að vera unnin í sátt en já, en bara ég vildi bara koma svo framfæri. Ég lýsi við vonbrigðum með þetta því að þetta hluti, stefnan heitir meðal annars samgöngustefna og það hlýtur
það getum alltaf verið að við ættum að vera að sleppa því máli inn í samgöngustefnu að hér þurfi að koma upp samgöngumiðstöð. Allavega mín skoðun. Takk fyrir. Sigríður Huld hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara aðeins að bæta við. Auðvitað það var sátt innan vinnuhópsins þar sem við vorum frá öllum flokkum samgöngumiðstöðina. Bæði þar og líka þegar stefnan send til allra nefnda og þetta ekki neitt af því sem kom í athugasemdum til okkar. Þannig að ég tek undir með bæjarfulltrúa Sigríði að það rosalega leiðilegt að fá núna upp þetta af því að þetta hefur ekki komið til tals hvorki í vinnuhópnum né í athugasemdum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla að gera örstutt hlé á fundi. Þá höldum við áfram. Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið, vill fá að veita andsvar. Þakka fyrir forseti, Matthías og bæjarfulltrúar. Ég vil bara svara því og gera grein fyrir því að ég mun samþykkja þessa stefnu. Mér finnst hún í heild sinni góð. Ástæðan fyrir okkur þessi spurningamerki sem margótt komið fram við samgöngumiðstöðina á þessum tímapunkti sú að við vorum að samþykkja fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar lá fyrir viku síðan í heild sinni. Þar satt ég hjá og meðal annars út af þessu ákvæði. Og ég ætla bara að geta samþykkt þessa stefnu en með þeim fyrirvara þessi en þú opið fyrir þessa umræðu. Svo ég veit að Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Guðmundur Baldur Guðjónsson bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins þessar tillögur sem hafa komið hér fram breytingatillögur sem hafa komið fram á þessu stefnu þá ætla ég bara að lýsa yfir skoðun minni í þessum málum að ég tel að svo setning þarna sem varðandi samgöngumiðstöðina að byggð verði samgöngumiðstöð, þetta bara í það sem við höfum verið að stefna og stendur í okkar meirihlutasáttmála. Þetta var líka samþykkt í fjárhagsáætlun sem samþykkt var í síðustu viku, þannig að ég mun greiða atkvæði á móti breytingatillögu Sólir hvað það varðar. Varðandi tillögu Gunnars þá hefði ég kannski viljað gera þá breytingatillögu að fella út þarna niðurlagið í breytingatillögunni hans þar sem að hann talar að nota salt í sátt við, ekki með þetta sæmilegri sátt við íbúa. Ég tel það bara að vera mjög erfitt í raun að framfylgja því nákvæmlega en ég mér sjálfsagt að gera skoðanakönnun að vita hvað fólki finnst þessi mál og halda þetta íbúaþing sem lengi búið að tala en hitt hefði ég vilja og legg til að sú setning í setningunni verði felld út. Þannig að ég gerir tillögu að það fari en alveg ég ekki. Svo að þakka annars fyrir. Takk. Guðmundur Baldur Guðjónsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur beðið orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég bara svona spá í hvort það sé einhver möguleiki á að koma sátt í þetta mál með samgöngumiðstöðina. Væri hægt að taka út verklokatímann 2018 en halda hinu inni? Út frá því að þá eftir að skoða staðsetninguna, þá eftir að skoða hvað á að vera í þessari samgöngumiðstöð. Ég heldur sem flest sammála á þörfinni en við erum kannski ekki alveg sammála hvar hún á að vera eða eða eins og bæjarfulltrúi Preben kom inn á
tíman, verklok. Er möguleiki á að við getum sest á það sjónum? Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Ég ætla að biðja Sigríði Huld Jónsdóttir að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, auðvitað er fullkomlega eðlilegt að bæjarfulltrúi gera athugasemdir við stefnur og annað slíkt, og ef ég hef gefið eitthvað annað til kynna þá finnst mér það miður. Ég lít svo á að þetta hafi hlotið umfjöllun og við sem komin hér til að samþykkja þessa stefnu og fyrir liggja ákveðna breytingatillögur. Bæjarfulltrúi Eva Hrund kom með þá breytingatillögu að taka út verklok 2018. Ég hugsa að það breyti engu hvort það sé þarna eða sé ekki þarna, vegna þess að þetta er á áætlun og þetta verður ekkert byggt nema að sé, þú veist, við erum að skoða þetta og við ætlum að gera þetta, en hvort þetta klárast 2017 eða 2018, það er tíminn eitt leiði það í ljós. En þetta er á áætlun og gert ráð fyrir því og hún var samþykkt með 6 atkvæðum hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi. Varðandi svo ég tjá mig bara út frá mér sem bæjarfulltrúa, þá finnst mér þetta með að byggja eða ekki byggja, sko við erum að tala um að reisa samgöngumiðstöð, hvort hún verður að gera frá grunni eða eitthvað húsnæði breytt, það er eitthvað sem væntanlega kemur í ljós á næsta ári. Og bæjarfulltrúi Preben Jón kom inn á það að það, þú veist, hann vildi eðlilega að þetta væri greint betur og svoleiðis, og það erum við öll sammála um. Ég meina, við erum held ég öll sammála um, ég hef ekki heyrt annað að það komi samgöngumiðstöð. Ég skil það bara þannig, allavega leyfir mér að skilja það þannig. En svo er bara spurning staðsetninguna og hvernig þetta verður nákvæmlega, og ég held að það stöðvi ekki þessa fínu stefnu sem er hér, umhvers og samgöngustefnu, og mér þetta er náttúrulega mjög leitt ef við getum ekki öll staðið á bak við það, sko. Varðandi þessa breytingatillögu sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom með, það var fyrirgefiði með aðeins marga glugga opnað hérna. Mér finnst ekkert að því að það verði gerð skoðunarkönnun meðal íbúðum leiður til hálkuvarna og haldin íbúðum kjölfarið. En spurning hvort við þurfum að breyta stefnunni til þess. Ég held að við munum vinna með þessa stefnu þannig að það er náttúrulega markmiðið að gera stefnuna að því verkfæri að hún skilu okkur upplýsingum, hún skilu okkur réttri leið og þessum markmiðum. Þannig að hvort það þurfa að breyta þessari stefnu, ég er eiginlega, þú veist, hvorki með eða móti því, sko. Ég er einhvern veginn, mér finnst þessi stefna bara eins og hún kemur fyrir, bara mjög góð. Auðvitað er eitthvað sem við eigum eftir að skoða á næsta ári eða þarnæsta ári, við eigum eftir að vinna í nefndum, ræða út frá þeirra mögulega fyrir þetta í aðalskipulag, mögulega vera sett inn einhver meiri mælanleg markmið á næsta ári í umfjöllun nefnda. Og það er ekkert sem banna það að koma inn breytingatillögur á næsta ári, menn sjá þess að það vanti að hafa þetta niður nelt, að þarna sé búið að ákveða að mæla þennan þátt 3 ári eða svona eða hinsegin. En ég veit að allavega varðandi umhverfismálin, þá erum við gríðarlega gott net í gegnum Vestorku. Varðandi stöð okkar, varðandi allt sem við gerum og allt sem við erum sem snýra umhverfismálum í þessu samfélagi. Þannig að mín tillaga er raun og veru bara svo að vera leiðilegi kallinn og segja við samþykkjum það bara eins og þetta kemur til okkar. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og bið ég forseta að taka aftur við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil aðeins bregðast við orðum bæjarfulltrúa Matthíasar hér áðan. Sko, við erum ekki að breyta stefnu, við erum að breyta aðgerðaplani og í hálkuvarnarkaflanum þá talað að verklok síðan næsta ári. Þannig að við erum að tala að setja þá inn aðgerð sem að leiðir svo af sér eitthvað annað og það hlýtur að vera þá sko forgangsverkefni að kanna hug íbúa til þessara mála áður en við tökum frekari ákvarðanir málið hvað varðar aðgerðir. Ég get svo sem alveg fallist að þá, ætla ekki að gera athugasemd það, við fellum út síðasta hlutann þessari tillögu minni, en mér finnst bara mikilvægast af öllu að við gerum þessa skoðanakönnun og höldum hennar íbúafund eins og ég hef margoft sagt áður. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Þá spurning að ganga til atkvæðagreiðslu. Það liggja fyrir í raun 2 breytingatillögur eins og ég lít á málið til leiðrétti með ef það vitlaust. Annars vegar það breytingatilla bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar þar sem að hann leggur til í 2.11 hálkuvarnir aðgerðir gerð í skoðanakönnun meðal íbúa sem leiðir til hálkuvarna og haldinn íbúafundur í kjölfarið. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingu vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það önnur breytingatillaga sem kemur frá bæjarfulltrúa Sólu Björk Stefánsdóttir 227 samgöngumiðstöð aðgerðir að staðinn fyrir að byggt verði að komi verði upp samgöngumiðstöð þar sem öllum helstu að komi verði upp í staðinn fyrir byggt verði. Þessi geta samþykkt það vinsamlegast gefi merki. Það 6, segja já, einhverju á móti. Fjórir og einn situr hjá. Þá fyrirgefi. Já, fyrirgefi. Þá það, ég var bara ekki með það skriflegt, fyrirgefi. Það sem sagt það að breytingartillaga Evu Hrundar Einarsdóttur bæjarfulltrúa það að verklok dagsetning 2018 sé tekið út og það standi ekki verklokatími. Í hvaða lið? Fyrirgefi 227 samgöngumiðstöð. Þeir sem geta samþykkt það eins og þess gefi merki. Fjórir. Þeir sem eru á móti eins og þess gefi merki. Það eru 4 sem eru með og 7 á móti. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu þá það væntanlega þurfum við ekki að greiða atkvæði umhverfis- og samgöngustefnuna svo við höfum þetta með áorðnum breytingum svo við höfum þetta rétt. Þeir sem geta samþykkt umhverfis- og samgöngustefnu Akureyrarbæjar með áorðnum breytingum vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt með 11. Það samþykkt samhljóða.